Það eru tvenns konar æðar í plöntum. Það er annars vegar viðaræðar sem að flytja vatn og steinefni úr rótunum og alla plöntuna, meira að segja upp í hæstu tré út í laufblöðin. Laufblöðin þurfa vatn til þess að geta stundað ljóstillífun. Ljóstillífun er ferli þar sem að plönturnar búa til sykur úr vatni og koltvísýringi með orku frá sólinni. Þennan sykur þarf svo að flytja frá laufblöðunum, sumar plöntur framleiða líka sykur í stönglunum ef hann er grænn, plöntuna til þess að nota hann annars staðar, til dæmis í rótunum þar sem er ekkert sólarljós. Þær æðar heita sáldæðar sem flytja sykurinn. Sykurinn, það er ekkert að flytja sykur í föstu formi, þannig að hann er leystur upp í vatni, þannig að það er sykurvatn sem að flyst í sáldáðunum. Þannig að þetta eru tvær æðar, sem sagt viðaræðar sem flytja vatn og steinefni og sáldæðar sem flytja sykurvatn. Þessar æðar, það er misjafnt hvar þær eru í plöntunum. Í stórum trjám þær rétt undir berkinum, það er ekki æðar inn allan stofninn, en í minni plöntum þá hann svona myndar þetta oft hring einhvers staðar í kringum miðjan stilkinn.